Ertu bara í fótbolta allan dag? Nei, eiginlega ekki. Ég kem hingað 2 sinnum í viku, en bóknámi skiptir líka mjög miklu máli. Þannig að við erum ekki bara í fótbolta, við erum líka hérna í bóknámi upp í skóla. Við erum til dæmis að læra íþróttasálfræði og næringarfræði sem er mjög mikilvægt fyrir okkur íþróttafólki. Og fyrir hverja er Heilsu- og lýðstíðsbraut? Fyrir fólk sem vil fræðast íþróttasálfræði og næringarfræði, og það er til dæmis mikilvægt að vita næringarfræði og íþróttasálfræði fyrir fólk sem er að æfa íþróttina sína. Af hverju valdur við Borgó? Því mér finnst það bara stemningsskóli og mér líkaði bara strax við skólan þegar ég kom á Öpuhús. Hvernig líst þér á félagslífið í skólanum? Það er bara geggjað. Geggjaðir krakkar og unglingar og kennararnir eru geggjaðir. Geturðu tekið eitthvað frá Heilsu- og lýðstíðsbraut inn á völlinn? Já, mjög mikið, til dæmis hvað ég þarf að borða á morgnana. Til dæmis að þetta eru morgunæfingar og þarf að vita kannski hvernig ég þarf að vera tilbúin fyrir æfinguna og hvernig hugarfarið mitt á að vera á æfingum. Er það erfitt að æfa með næstum bara strákum? Það er áskorun. Þeir eru náttúrulega eldri og sterkari, en maður reynir sitt besta á æfingum.